Já. Velkomin í flæðiskerið, folks, á þessum ágætis viðurdegi nema þegar hann ákveður að vera ömurlegur viðurdagur sem er svona annan hver klukktíma. Já. Þetta er alltaf svo óljóst á Íslandi hvað við erum að fara að fá. Já. Gott eða leiðilegt veður, þið sitið bara við útvarpið, pælið ekki veðrinu og hlustuð okkur, það er langbest. En þetta er Rökkvi og Jói og Róbert Royal Gíslason. Komið sælir. Sem er þriðji meðlimurinn í sinni fjölskyldu til að koma til okkar. Já, góða daginn. Já, ég vissi að því. Velkomin. Því að þeir sem að veit ekki þá er hann bróðir Björgvins Frans Já, og sonur þetta er Björgvins. Já, og Gíslaróns. Já. Og við erum bara til að fá Gísla og einhver nokkur sískinni viðbútt. Nema eigið þið fleiri? Já, það er spurning sko. Eigið þið fleiri listamenn? Það er nefnilega bara remains to be seen ef ég Já. sletta eins. Já, ef að flæðiskýri verður nú lengi í loftinu þá getum við vel verið að fá fullt af einhverjum litlum listamennum til okkar. Nákvæmlega, ég veit allavega til dæmis að alveg einn frændi og ein frænka yngri kynslónum eru rosa svona virðast vera listamenn in the making allavega að mér að það sérst að ég dæmi það þannig sko. Já. Er ekki erfitt að verða eitthvað annað þegar þú elst upp í listaumhverfi í rauninni frá blötu bassbenni og ert kannski að leika jafnvel í auglýsingum og smá svona með í þáttum sem krakki? Jú, sko, ég man að ég var í rosalegum mótþróa þegar ég var aðeins yngri, ég var svona úlingsárum, þá var ég rosalega mótfallið því að vera að fara eitthvað fett í fótspor fóreldra og fóreldrana sko og hugsaði bara, já, ég ætla bara að vera eitthvað allt annað. Ég brandaði mig sjálfan sem the black sheep, ég hugsaði bara, nei, ég ætla að vera eitthvað allt annað, ég ætla að vera bara, þú veist, ég var að rappa sérst á íslensku, svona svolítið, það var svona svolítið gangsta-influenced. Já. Nú er ég að gera svolítið annað, og þess ég svona með hip-hop influence, það var það ekki alveg jafn hart og það var þegar ég var 16-17. Þú ert með samt með svona rappara útlit, sko. Já, finnst þið það? Stóra hringa og svona. Já, ég hef alltaf verið svolítið. Það var bara gullhálsmennið, það var þetta komið. Já, það er ekki gull, ég er með randýr þú ert með hálsmenn allavega. Jú, að sjálfsög. Það er að vera skarptaður, sko. Þannig að þú ert búin að vera í rappinu, já? Já, ég var í rappinu ég var að rappa sérst á íslensku þegar ég var yngri, sko. Þá var ég svona, það var svolítið angry dót, sko. Það er eitthvað ennþá til á SoundCloud og eitthvað, kallaði mig Robmeister og var mega svona, ég var svona með þá ímyndi, ég var influenced að Snoop Dogg og NWA og Wu-Tang. Harða ímyndi. Reiðirapp svolítið, það var svolítið svoleiðis, ekki það. En hvað rappar maður á Íslandi í reiðirappa því að Snoop Dogg og svona þeirra tala með lögguna að skjóta og skjóta vinið þeirra og eitthvað svona dópsala og verið að handtaka og fyrir ekki neitt reiði og fátækt svartra og kúun svartra eitthvað. Já, akkurat. Hvað, þú veist, rappar maður þá helvítis dráttavexti á Íslandi og yfirdrátt og... Nákvæmlega, ég var að rappa mikið hvað var erfitt á yngri árum í úlingavinnunni, hvað var, þú veist, vakstjórinn, verkstjórinn var ofboðslega erfiður og Já, létu ekki alveg vinna jafnvel einstöku sinnum. Nákvæmlega, þurfti alveg að reyta arfa once in a while, sko. Já. Mér sýnist nú svona mikið að þessu unga fólki ekki vera mikið að reyta arfa, það er nú mikið bara að líka í sólbaði. Já, nákvæmlega. Það er alltaf sagt Unglingavinnuna, þetta sé eins og hvað ólympíuleikar fallara, það skiptir engu máli hvort þú vinnur eða ekki, það er bara að taka þátt. Ok. Ég hef oft heyrt þessu fleikt fram og ég var svona fáviti sem að vann í Unglingavinnunni, ég og nokkri strákar og stelpunum fannst við svo miklu fávitar og ömulegir og miklu lúðar að vera raunverulega að vinna í Unglingavinnunni. Já, nákvæmlega. Ég held að ég hef verið meira í sólbæði sko þegar ég var Stelpunar sko, voru bara með trikk til að þurfa ekki að vinna. Hvað segirðu? Stelpunar voru með trikk til að þurfa ekki að vinna. Trikk, já. Það myndir bara alltaf hringi kringum sko flokkstjóran og hlustuðu hann monta sig og þóttist það var áhuga. Já. Og þá þurfti þær ekki að vinna. Nei, akkurat. Meðan við bara unnum eitthvað og... Já. Þetta var nú útúrdúr. Já, akkurat. En við vorum allavega ekki reiðir að semja rapp Nei, ég var svolítið reiður. Svona, ég var kannski ekki alveg breiður og ég svona vildi líta út fyrir að vera sko, ég var bara, já, ég er öðruvís, ég er mega harður, þú veist, og ég ætla sko að láta heyri í mér, svo var ég aldrei, svo samt vildi ég ekki fá, ég vildi enga athygli sko, ég vildi samt bara vera underground, ég var með svona draumum að verða eitthvað svona underground legend í íslensku hiphopi sem að, þú veist, var aldrei einhvern veginn, ég hafði aldrei nægan metna sko, ég var bara eitthvað Ég verða svona neðanjarðar frægur í Íslandi það þýðir að svona 100 manns vita hver þú ert Nákvæmlega, ég vildi vera með þetta cult following af
af 70 til 100 manns væri að fylgjast með mér reglulega á SoundCloud. Þetta er sem svo hipster sko, að ef þú ferð að verða of flottur þá finnst of mörgum þú flottur, þannig að þá verður að finna eitthvað annað sem að svona er ekki inni, af því annars er það ekki hitt. Nei, nákvæmlega. Annars er þetta ekki öðruvísi lengur. Þú er væntanlega leikið eitthvað líka og þú hefur náttúrulega verið í einhverju kvikmyndum, eða ekki? Sko, jú, ég byrjaði sko eitthvað að leika því ég var yngri sko, ég var í einhverjum, þú veist, fáinum leikritum og ég var að tala inn á teiknumyndir þegar ég var yngri og ég var og svo náttúrulega ákvað ég að fara út í skólan þegar það var ekki fyrir sko 20 þegar ég hugsaði bara fuck it maður, ég ætla bara að prófa þetta og tjekka á þessu og læra þetta allavega og fór og flutti til LA og var tekin komst inn í skóla sem heitir Stella Adler Academy of Acting and Theatre og var þar og ég kláraði hann og var þarna alveg í 3 ár í Los Angeles en sko ég hef alltaf einhvern veginn ég geta gert það sko ég tala mig geta leikið ágætlega en ég ekki aldrei þetta verður ekki verið þessi brennandi ástríða sem að þú veist margir lýsa það er hellingur af fólki sem að bara dreymir allir sinna ævi og vinnur alveg hart að því bara ég ætla sko og alveg bara deyr fyrir listina sem leiklistin ég var alltaf að gera tónlist bara on the side, það var það sem ég hafði gaman að gera og gerði, í frítímanum mínum þegar ég var úti að læra og kannski var ég að vinna í einhverju verkefni vinna í einhverju senu eða vinna í einhverju leikriti bara og þá, eða vinna í karakter en ég var samt alltaf, tónlist spilaði rosalega mikinn part inn alltaf og ég var alltaf að semja on the side sko og gera einhver demos og eitthvað og ég hætti því aldrei og ég tók í rauninni ekki einu svona eftir því fyrir en bara ég var komin hingað heim ég var útskrifaður úr leiklisskólanum og komin heim og þá fattaði ég bara ég langa bara ekkert að leika ég leki einni, það kemur út bíómyndunum á bráðum ég held ég megi ekki segja neitt frá henni, ég þóru alltaf einu svona auglýsana allavega ég í einni, ég mun poppa upp í einni eða 2 bíómyndun núna á næstunni en ég er samt en það var bara gaman sko en ég er samt núna bara á fullu að einbeita mér á tónlist. Já, en þú ert í stóru hlutverki í þessari mynd? Nei, þetta er bara, ég er að leika auka hlutverk. En finnst þér reynslan úr leiklist einhvern veginn nýtast í tónlist? Sko, já og nei, ég er ekki, jú, að sjálfsögðu, þú veist, að vera bara fyrir framan fólk og eitthvað, þetta er samt ekki að því að ég hef í rauninni aldrei sungið neitt þannig fyrir framan mikið af fólk eða sem sagt, eða verið neitt með neins konar musical presentation nema kannski eitthvað eitt verkefni þarna í skólanum, en að því þetta er svo, mér finnst að vera svo miklu persónulegra og nálægt mér sko þessi í tónlistinni heldur en frekar leiklistin sko. Mér finnst það vera meira svona, ég fer aðeins léttara með það heldur en ég þarf að leggja aðeins meira í tónlistina og ég þarf að sökka mér svo mikið í það einhvern veginn og ég er svo berskjaldagur þar en þú veist, en ég fíla það á sama tíma, ég hef alvöru ást fyrir því sko. Já, þú ert náttúrulega mest að bara semja, þannig að náttúrulega leiklist er ekkit kannski beintengt við að semja tónlist. Nei, nákvæmlega, akkurat. En ertu þá kannski meira svona eins og það er kallað introvert? Af því þú sækir meiri að semja eða ertu bara bæði? Ég held ég er svona svolítið spastískur með það. Þú veist, örugglega margir sem að það myndi tala við, þú veist, einhverja félaga mína eða þú veist, fólk sem eru kunningjar en ekki nánustu vinni, þau myndi örugglega segja ég væri alveg bara einmitt, þú veist, skólabókardæmi fyrir extrovert en ég myndi persónulega freka vera að segja ég væri introvert sko. Já, þetta er nefnilega oft svolítið einföldun að segja að fólk sé annarkvort sko introvert eða extrovert. Algjörlega, þetta er algjört. Útrænt. Þú getur verið bæði og þú getur, margir eru þannig að það slöknar á þeim, skilur, og kviknar á þeim. Nákvæmlega. Þeir vilja draga sig í hlé og þola ekki fólk og svo allt í einu eru þeir hrókrálsvagnar í svarta stund en ekki, þú veist, nei, algjörlega, 24 tíma sólarhring. Sko. Akkurat, ég er að tengja þarna alveg klárlega. Ég myndi segja það, ég frekar einmitt. Ég myndi segja sko, já, þetta er spastíst, það er mjög erfitt að þetta er svo mikið generalization að vera að segja sko. Já, þetta er alveg. Já, algjörlega, sorry, ég sletti alveg hægri vinstri. Já, ég er svona að reyna alltaf að passa það. Já, akkurat, algjörlega. En einu sinni var mikið rifrildi hérna hvort þetta segja velkomin í flæðiskerið eða á flæðiskerið. Já. Og ég segi alltaf í flæðiskerið að þetta er þáttur, þetta er ekki, við stöndum ekki bókstaflega á flæðiskerið sko. Nei, akkurat. En samt að fólk bara á flæðiskerið. Akkurat. En þú byrjar í rappi og ferður svo bara til að fljótt út í að fara til Los Angeles. Var ekkert svona mikið áður sem að gerist undan því í leiklistinni? Sko, nei, ég eins og ég sagði fyrst, eins og ég byrjaði að segja, þá var ég var svo rosalega mótfallin í að vera, og ég var bara í mótþróa kasti eiginlega, að feta sérst ekki í fótspor fóreldrana, vildi bara alls ekki, vildi ekki vera þekktur, ég var í svona rebellion svolítið og þú veist, og
ég var svona, já, ég myndi nú ekki segja vandræða úlingur þannig, en ég var nú samt alveg, þú veist, ég var svona alveg, ég var að koma mér í vandræði svona af og til og ég held að það hafi verið svona svolítið bara svona mín eða tjá mig sem sagt og express myself á þann hátt að ég var ekki einn af hérna þessum glöðu, opnu, þú veist, listamönnum eða leikurum í fjölskyldunum sem hérna einhvern veginn væri aðgengilegur. Ég vildi vera einhvern veginn bara svona, þetta var svo eitthvað svo spastist alltaf, ég vildi alls ekki athygli en ég vildi samt að fólk vissi af því nákvæmlega hvað ég vildi og hvað ég vildi ekki. Þú vildir að allir vissu að þú vildir ekki athygli. Nákvæmlega. Það er ógeðslega góð leið til að lýsa. Ég vildi að allir væru með það algjörlega á hreinu, bara allan hnöttin í rauninni, að ég vildi alls ekki að allir vissu af mig. Já, þetta er eins og fólk sem birtist í sig og heyrt og segir ég vil ekki tala um mitt persónulega líf og eitthvað svona, að það er meira af svona heldur en maður myndi trúa. Nákvæmlega. Nei, þú veist, öll þín fjölskylda og síðan meiri sig að stóri bróðin eru svona þekkt fyrir að vera svona skemmtilegir svona grínleikarar með útgeislun og þú ert óbáslega líkur pappa þín en maður sér myndir af ykkur saman, þeir eru mjög líkir og hann geti ekki neitað mér. Já, ég get alveg trúa því að það sé ekkert endilega eftirsóknarvert að vera að fara inn í það að bara strax allir hugsa, já, þú ert svona Gísla Rúnars og þú ert einn af þessum hressu, skilja strax búið að ákveða hver þú ert kannski. Algjörlega, þannig sem það hefur alltaf verið. Og ef þeim finnst þú ekki góður, þá bara, já, hann er nú engin pabbi sinn, sko, eitthvað, þú veist, þú gengur kannski inn í svolítið svona erfiðar forsendur. Já, meinar það upp á hérna væntingar og... Já, allir munu bera þig saman líka og eitthvað svona og þú vilt kannski ekki vera grínleikar og þá bara, já, hann er ekkert fyndinn, hann er pappans, já, ég er ekki að leika grínhlautverk, ég get alveg trúað að þetta getur verið svona svolítið svona yfirþyrmandi og mikla væntingatöðin eða svona. Sko, já, en þú veist, það er eitthvað sem ég fattaði, þú veist, í rauninni ég held ég sé kannski bara í rauninni að gera mig grein fyrir því frekar snemma, en þetta er ekkert að fara neitt, sko. Þetta er bara þannig, þetta er bara þarna og það er sko up to me. Þú er bara að vinna með því. Algjörlega, vinna með því og bara it's up to me, skilur. Ég sko, ok, fyrir ekki svo lengur síðan, fyrir stuttu síðan, þá ákvað einhvern veginn, ég ákvað bara að ég myndi gera það sem að mér langaði virkilega að gera og ég ætlaði bara að elta, þú veist, ástríðuna, það sem að gleði mig og það sem ég vil gera, það ger ég, að því ég var alveg heil lengi einmitt, þú veist, það er partur af þessu öll að spila inn í þetta, ég fór út að læra leiklist og og þú veist, hefur verið að taka mér ykkur hlutverk og gera eitthvað, því ég hugsaði já, ég þú veist, this is expected og þetta, ég get gert þetta en samt var ég einhvern veginn aldrei glaður í því, ég hef aldrei verið hamingjusamur að leika, sko, og ég fattaði, þú veist, mér finnst ég vera að fatta það seint, en ég kannski myndu aðrir segja ég vera að fatta það snemma, að þú veist, af hverju ég að gera eitthvað sem þú hefur ekki áhuga og hefur ekki ástríð fyrir bara því að það eru væntingar, þú veist, og það hefur enginn sagt um mig, jú, ég verið spurður endalust í gegnum tíðina, ætlar ekki að fara að leika eins og mamma og pabbi og ætlar að leika eitthvað núna og það hjálpaði ekkert, ég skil alveg að það skrítið að ég fer út og læri leiklist og útskrifast þar úr leiklistskóla í Los Angeles og kem svo heim og vil ekki leika, fer bara að gera tónlist, skilur, og það er svolítið left field fyrir kannski ákveðna aðila, en Já, en það er ekkert endilega til einskís að fá sér menntun þó að þú vinnir ekki við það í framtíðinni. Nei, alls ekki. Þú fær sjónarhorn og þú fær reynslu og þú fær skilning á alls konar hlutum. Algjörlega, ég myndi ekki breyta neinu, þú veist, sem ég myndi ekki allt í einu, þú veist, ef ég geti farið tilbaka þá myndi ég ekki breyta því og fara í tónlistarskóla, skilur, það var hérna beint á móti var Musicians Institute og ég myndi ekki breyta neinu, ég er ofboðslega, þú veist, ég er ríkur af reynslu sem ég fékk bæði úr skólanum og væntanlega að búa þarna, sko. Svo er náttúrulega ekki lokur að skota áhugin fyrir leiklistinni komið einhvern tímann og þá kannski gott að þessu reynslu. Nákvæmlega, það er nefnilega máli. Ég nefnilega, þú veist, mér finnst alveg gaman, ég fann ástríði fyrir ákveðnum hlutverkum og ákveðnum svona æfingum og leikritum og fleira að núti, sko. En það var bara svona kannski 40% þar sem ég virkilega naut mín og bara, já, þetta er það sem ég vil gera og fann svona ástríði og lét mér eða svona hugsaði allavega það, já, ég kannski gera þetta, en það var alltaf samt bara svona einhver side pæling sem er svo steikt, þú ferð ekki að læra lögfræði og bara, já, ég verð kannski verði bara lögfræðingur, þú veist. Nei, þú ætlar að verða lögfræðingur, þetta er það leiðilegt nám býst ég við það. Já, en þú veist. Þú get lestur að þú ert ekki bara eitthvað svona, ég bara lesa þetta til skemmtunar. Nákvæmlega. Þannig að þetta hefur vikað svona þinn sjóndöldarhing á gríðarlega. Þetta hlýtur að nýtast þér ef þú kemur til með að gera til dæmis tónlistarmyndbönd að þá skilur leiklist, þá skilur leikara hvort sem þú leikur í þeim sjálfur eða ekki, að þá skilur þetta, þú getur leikstýrt þeim, þú getur skilið meira hvernig tjáningin á að vera í þeim, alls konar hluti. Algjörlega, ég bara var að klára núna tökur á tveim tónlistarmyndböndum við tvö lög sem eitt er útgefið og eitt er útgefið og var að vinna með strákunum í Motive, sem er sérst animation og auglýsingafyrirtæki og þeir eru algjör snillíkar, sko, vorum að tókum upp 2 myndbönd núna í þessum mánuði og
það bara gekk ógeðslega vel og það einmitt, jú, eins og þú segir, það alveg að spila hann inn í það, ég veit nákvæmlega, þú veist, það ekki, ég er ekki ókunnugur, þú veist, myndavélunum og þú veist, og það sem kemur mér alltaf mest á, aldrei óvart en komir óvart fyrst hvað mikið eða stór partur af þessu að bíða inn á milli, þú veist, og þá maður að halda sér í ákveðnum feeling, skilur þú veist, eins og eitt lagið, þú veist, annaða lögunum, það er mjög specific feelingur í laginu og mjög specific bara vibe, skilur og þá þú verður að fyrirgeða í slett það mun ekki breytast ég get ekki leirið þetta allt þannig þú bara búin að sleppa en þá það maður að halda sér ákveðnum feeling þú veist, það bara þessi sena, þá ég labba hérna í þetta herbyggi og það er svona svolítið feelingur hér og ég þarf að halda mér í svona ákveðnu þetta er svona algjör trans sem maður þarf að halda sér inn og það er oft svo mikið bið á milli taka og þetta er til dæmis að þegar ég var á settinu fyrir kvikmyndina eina þarna sem ég var að leika í fyrir stuttu þá var ég að leika mér specific karakter sem er svona, hann er svolítið violent típa, þetta er svona handrökkara típa og hann ég veist að halda mér í svona svolítið víriðum gýr sem ég veist að vera og þú veist og þá kannski var ég að bíða í 2 klukkutíma og búin að vera annan klukkutíma bara að chilla og hafa með kaffe og hinn klukkutíma var ég, þú veist, í gýrnum að koma mér eitthvað, hugsa eitthvað rugl og þú veist og vinna einhverjar æfingar sem ég læriði út í skólanum sko. Ég þekki þetta pínu sko af því að ég hef aldrei lært að leika og ég er ekki sérstaklega góður leikari. Þannig að til þess að leika eitthvað vel þá þarf ég að koma mér í það skap. Ég þarf að gera mig alveg reiðan til þess að leika vel að vera reiður. Ég get ekki bara, nú ætlum ég að búa til reiðarödd og búa til reiðaugu, ég kann það ekki. Algjörlega, ég þarf bara að gera mig reiðan eða eitthvað og maður verður oft svo úrvind að vera búin að vera reiður og kannski ógnandi eða vera leiður og leika svona aumingja og fórnarlömb ég finn alltaf alla þeirra þjáningu þegar ég leik þá og ég spurði einhvern tímann svona empath með einmitt, ég er of svona móttækilegur sko. og sem sagt, ég spurði ekkert Þorstein Guðmunds hvort hún niður ekkert illa þegar hann var að leika eins og snúla snúð, þú veist, mér sem það trúðinni eða hann bara, nei, ég tek ekki inn mig þú veist, en ég væri bara með yður mín skilur, ég myndi bara þurfa að hálfan dag jafna mig eftir að leika snúla þú veist með post-traumatic stress bara eftir að hafa verið að vinna í einhverjum karakter algjörlega, nei það samt gerist alveg þú veist, það er alveg mjög mörg fræg dæmi það náttúrulega. Svo er einhver sem festast í karakter alveg. Já, ég verð að segja persónulega, ég kaupi það ekki alveg, það er hægt að festa sig einmitt í ákveðnu svona tilfinningulega ástandi, það er hægt að vera, þú veist, ef þú ert að leika einhvern sem er ofboðslega þunglindur og þú veist, veikur á geði, þú veist, það er hægt að festa sig það er hægt að detta í þann, þú veist, í svona niðurslóp, sko. Já. En þú veist, ég bý ekki til karakter sem heitir Jóhann og hann vinnur sem, þú veist vinnur sem ljóðskáld og eitthvað og ég get ekki komið nógu gott dæmi en þú veist, ég heiti ekki Jóhann eftir ég er búin að leika, ég veist, þegar ég er að leika í bíómynd og svo, er rap og í allt í næstu viku ég bara, er ég Jóhann, þú veist, í búð, það meikar ekki sens, það er bara ekki fyrir mér, ég kaupi það ekki, sko. Þú ert ekki alveg nóg klikkað. Nei, en jú, það er þetta er góð, gott hinskot, það er nefnilega auðvitað til líka fólk sem er veikt á geði og kannski fer og leikar eitthvað og svo er það bara, þú veist, með eitthvað unresolved í haustum á sig, skilur leika Jesú og fer að trúa að sé Jesú. Algjörlega er pottitt mörg dæmi það maður. Það var einhverjum að segja með það, sko, að þeir sem hvesta svona karakter, það gæti legið í sálfræðilegum orsökum að þeir séu hræddir við að missa karakterinn. Já. Og ná honum ekki kannski alveg eins næst og þess vegna vilja bara halda sér í karakterinu þannig að búa að þessu. Sko já, eftir að tala um þá, þú veist, í tökum fyrir algjör, nei það meikar sennast, þú veist, ég köpi það alveg, þú ert að leika karakter og ákveðnir leikara sem að halda sér í karakter allan, þú veist, alveg á setti, þú veist, á milli taka og allt það er alveg, þú veist, það er alveg mörg en það er ekkit að því, sko. Eftir að lesa Forrest Whitaker að leika Idi Amin þú veist, í Afríku og þá er hann með svona afrikanskan hreim og hann hætti aldrei að tala, hann var bara Idi Amin allan tíman til þess að missa ekki hreimin, til þess að bara þjálfa sig og svo fór hann bara í bað eftir á og svo bara, nú er ég Forrest Whitaker en hann var bara I am Idi Amin talandi með svona afrískum reym alveg bara alltaf afsett og allt. Þá var það hans svona separation ritual, hann fór í bað, hann bara ákvað það í hausnum á sér þegar hann fór í bað og það var ekki lengur. En nei, bara eftir tökurnar. Já. Ekkert bara eftir hvern tökudag, þetta bara eftir allar tökurnar Já, ok, ég skil. Hvað sem þetta tók margar vikur að taka þetta, að þá bara kemur hann af settinu I would like to have a banana. Þú veist, þá bara talaði hann svona allan tíman til þess að hann er náttúrulega ekki, þú veist, með afrískan hreim að upplægi og hann einhvern veginn vildi bara ná þessum karakter alveg en þetta lítur að tekja á, þetta var ekki góður maður sem hann er að leika. Nei, algjörlega mesta ófétti sögunar algjörlega, ég hef alveg verið að leika karakterar sem eru
einmitt ekki, þú veist, kannski ekki einlægu, þú veist, romantic lead típurnar, heldur frekar, þú veist, einmitt eitthvað svona, ég verið að leika eitthvað svona klikkaða karaktera, þú veist, og það mér finnst það ógeðslega gaman, en það tekur klálega á, það tekur andlega á, þú veist, ég þarf alveg að setja mig í hugarástand sem ekki, þú veist, það ekki fallegt og það ekki þægilegt. Nei. Þú veist, og mann líður ekki vel í því, en það þýr ekki ég festist í, núna ég er Joe Psychopath sem þú veist, það virkar ekki svoleiðis. Það væri mjög vont, þá væri sennilega ekkert að framleiða neina svona glæpamyndir, sko. Nákvæmlega, allavega ekki með recurring karakter, þú veist. Nákvæmlega. Það er mjög vont, sko. Já. En hvernig komstu fyrst fram í kvikmynd? Herðu, ég lék í ég held að það hefði verið fóstbræðra stuttmynd, þá var ég að leika eitthvað lítinn mállausan strák sem hétt Jeremy. Ég hef oft gert mikið grín að þessu svona í seinni tíð, ég er líka mikið fóstbræðra fan, sko. Já, það er mjög þægilegt að leika mállausingja. Já, ég man eiginlega ekkert eftir þessu. Ég bara, þú veist, ég sá einhverja klipp úr þessum daginn, ég á ekki myndina, sko, ég þarf að redda henni, en ég sá klippu úr þessu og ég lá í gólfinu og hláskastum mér svona fyndi, ég man ekkert eftir svona, ég var kannski, ég verið 6 ára eitthvað svo leiðis og mega steik, sko. En varstu ekki líka í Stali framboði? Jú, ég lék barnabarn mömmu, þess að þá var ég sonur Gogga og var lék ég man eftir þess að, já. Þú manst eftir því? Já, ég man með settur ég keyrði fram hjá BSI þegar að taka atrið þar sá ég þeim mitt. Já. Þá varstu bara Polly, sko. Akkurat. Polly með gullkrullur. Já, akkurat, sko. Akkurat. En svona liggur leiðin, sko. Og þú ákveðst að fara í rappið og ætlar að vera bara þeirri braut. Sko, já, en ég sko, eins og ég sagði þér, við töljum saman off mic. Já, framgangi. Já. Nei, vorum að tala ég get ekki skilgreint þessa tónlist sem ég er í núna, ég get ekki sagt þetta er rapp eða þetta er hip-hop, þetta er alls ekki bara rapp, veist, ég er að rappa í nokkur lögum að því ég kann það og ég fíla, þú veist, ég elska rapp og ég elska hip-hop en þetta er svona, það er svolítið erfitt að skilgreina þetta, ég myndi aldrei segja já, ég er rappari og þetta er rapp, alls ekki, sko. Þetta hljómar svolítið eins og svona blanda rappi, hip-hopi fyrir mér, en ég er náttúrulega ekki sérfræðingur í þessari tónlist. Nei, sko, það er þarna bland af, þú veist, hip-hop, R&B, electronic funk, þú veist, þetta er mega steikt blanda og ég er svona ég get ekki skilgreint þetta í rauninni sjálfur, sko. En er ekki svolítið erfitt að hafa einhvern pening upp úr því að sem er tónlist? Jú, en ég er klálega ekki þessu fyrir pening, sko. Nei. Það er bara enga veginn, sko. Það hefur mér segja orðið erfiðara með tímanum. Nákvæmlega, algjörlega. Það er náttúrulega, sko. Þetta kostar sitt. Það er svo auðvelt að dreifa í rauninni bara tónlist og bíómyndum á gegnum netið. Já. Algjörlega. Það getur ekkert mikið verið að selja geisladiska í dag. Nei, nákvæmlega, þú getur náttúrulega að selja plötur og það er allt gert í gegnum neti náttúrulega núna, sko. Já, svo reyndar er svolítið sniðut þetta koncept að koma vínilum aftur inn. Já. Því þá þarf náttúrulega að kaupa hann, sko. Já, akkurat. Þetta er einhver svona snildar herferð sem að fyrirtækir í núna og gefa út á vínil og það þykir svona fínt, sko. Það getur komið á móti. Já. En hvað gerir þú svona til að lifa af með listinni? Heyrðu, sko, ég er bara búin að vera, síðan ég kom heim, ég átti smá pening safnaðan og var sko bara svona að reyna að lifa ekki stórt, en ég vann hjá WOW Air í hálft ára, var ég að vinna sem flugþjónn, fór í þjálfun þar og vann þar og það bara, þú veist, það var fínt, en ég fann það bara eftir nokkra mánuði, bara þetta er ekki fyrir mig, þetta er, þú veist, þessi óregli, sólarhringur og allt þetta var bara, þú veist, þetta var fínt á meðan það varði, en það var ekki, ég fann alveg að það var ekki fyrir mig, sko. En nefnilega fólk vanmetur það að það tekur á að fljúga. Já. Það er stöðugt að fljúga og líka lenda í einhverjum öðrum tímasvæðum og tímabeltum og eitthvað. Algjörlega. Þetta ruglar manni rosalega upp líffræðilega og maður gerir sér ekki grein fyrir því fyrir maður prófa það. Algjörlega, það er rétt, sko. Ég hef prófað að vera svona einstaksferða leiðsumar til Kúlsúk og fljúga, þú veist, kannski 3-4 daga í viku, alltaf yfir. Já. Og það bara ruglar manni, maður verður alveg verulega flugþreyttur einhvern veginn. Algjörlega, og þá fer þetta svo í skapið á manni. Ég vil, þú veist, þetta líka þetta jobb, þetta krefst svo mikið saman, maður þarf að vera alltaf onnit, maður þarf að vera alltaf, þú veist, þjónustunutin þarf að vera alveg 150%. Og þú veist, þegar maður er sko langþreyttur og flugþreyttur og allt þetta, þú veist, þetta fer í skapið á manni, þetta verður rosalega erfitt að vera með vera í rauninni bara, þú veist, halda andlitinu nákvæmlega, gjörsamlega, sko. Þannig að ég ber rosalega mikla vinningu fyrir þessu fæi og líka fyrirtækinu, þetta er aðeinslega fyrirtæki, þau alveg bara komu rosa vel fram við mig, sko, og ég hætti í góðu, sko. Já, mitt. Það er ekki alltaf best. Jú, algjörlega.
Hvað ertu að gera núna í dag? Nú ég að gera bara, ég hef verið að taka mér odd jobs eins og ég var að segja, ég var að taka leika eitthvað hlutverk hér og þar og svona og það heldur þið svona allavega floti? Ég heldur mér rétt að floti sko. En ég finna það samt núna þarf ég að fara að finna mér eitthvað steady svo ég geti einmitt allt þetta. Já, það mikið list sem listamaður að finna akkurat réttu vinna til þess að þú þurfur ekki að hætta að vera listamaður. Algjörlega. En getur samt sko borðað. Já, rosalega verið gott að geta verið bara að leika sér listinu sinni og vera að borga fyrir það. Ég veit að það eru, menn eru listamaður á launum og svona, en maður þarf að vinna sig upp í það, maður þarf að vinna fyrir því, maður þarf að put in some time, sko. Já, þú fer ekkert strax á lista í... Nei, sko, það er bara svoleiðis. Það er alveg ákveðin bæði klíka og líka bara að sjá að þú sért búin að þrauka nógu lengi í þessu, að takja að gefa þér eitthvað laun, sko. Nákvæmlega. Þú er ekki veltið fyrir að reyna að komast að erlendis einhvers staðar? Sko, ég stefni alltaf þangað, ég stefni alltaf út sama hvaða sem ég er að fara að gera. Sama hvaða, ég veit ég verð alltaf einhverju listgrein, sko, eitthvað creative, en ég finna að ég fann allir að því ég bjó í LA, ég bjó í Los Angeles, mér leið meira eins og ég ætti heima þar, heldur en nokkuð tíman hér. Ég elska náttúrulega landið mitt og er stoltur að vera hérna, skilur, stoltur íslendingur, en ég samt, ég finn eins og ég eigi heima í rauninni bara, mér líður oft eins og ég sé ekki íslendingur, ég tengi ekki við að vera með ræturnar mínar hér. Mér finnst ég einhvern veginn vera bara, ég held að sáli mín sé örugglega. Finnst þú samt aldrei finna þegar þú kemur tilbaka að það sé samt sumt sem að er eins og þér finnst það eigi að vera hér? Jú, algjörlega. Meðan það er öðruvís úti. Þetta er besti staðurinn fyrir mig til að hlaða batteríin, sko. Já. En leið og ég er hlaðinn, þá verð ég að fara eitthvað. Já, ég skil það svo sem alveg af því ég hef svolítið af þessu sjálfur. Ég fæ heimþrá til staða sem ég átti aldrei beinlínis heima á, en bara, mér vantar að sjá Svíþjóð, skilurðu. Ég þarf að sjá evrópsk múrsteinahús. Akkurat. Það er engin svoleiðis hér, það er eitthvað svona sem ég fæ svona söknuð til staða. Já. Og það er náttúrulega með stórborgir þó ég geti kannski illa tengt við að finnast ég heim í Bandaríkjunum því það er svolítið mikið ólík menning með Ísland, það er ekki eins og Þýskaland eða Noregur eða eitthvað eða Svíþjóð. Já, ég persónulega tengi miklu meira við menninguna í Bandaríkjunum ekki. Ég myndi ekki segja öll Bandaríkjun, þetta er risastórt, ég myndi segja specifically California, elska bara væpið þar og Já, það er reyndar svolítið svona frjálslindra samfélag heldur en kannski mörgum öðrum stöðum í Bandaríkjunum. Algjörlega. En finnst þér samt ekkit svona til dæmis furðulegt hvernig allir eru bara svona einhvern veginn gerfi svona ánægður og með gerfi áhugaður bara Hæ, hvernig hefur þú það í dag? Alveg það er frábært að heyra. Sko, ég kynntist því ekkit fyrir en ég fór eitthvað svona fór að tengja minni í social senuna núti. Ég byrjaði náttúrulega bara í skólnum og var bara ok, nú er ég bara hér og ég er ekki hér til að, ég á mikið svona svolítið steikt, svona svolítið specific mindset, ég hugsaði bara ég er ekki hérna til að búa til vini eða bla bla, ég er bara hérna til að vinna og læra. Já, ég er hérna til að læra listina og lifa þetta og eitthvað skilur en og þú veist, þá hitti ég hellingatýpum sem voru bara alveg bara andstæðin feik, þú voru svo ofbáslega ófeik að það var næstu í óþægilegt í kringum, maður gat ekki verið í neinu svona það var ekkert common ground, það var allir bara já ok, og hver er þú og hvað er þú að gera? Já, þú heldur þú sitt rosa flottur en svo var einmitt á móti því var, þú veist, já, hæ, hvað segir þið, gott ágislega gaman að hitta þig, já, frábært og allir einhvern veginn sem munið ekki eftir hverju varst næsta dag, alveg klálega ekki, sko, ég er nú ekkert skar með það, ég er alveg bara, þú veist, ekki var að segja ég sé eitthvað, ég er svo authentic að ég var að kapna þarna innan plastiktýpur, en þú veist, en það var alveg 50-50, ég held að þetta er pínu generalization sem að fólk er með alveg á típunar að núti, þetta eru alls konar típur, það er svo ofbáslega mikið að grilluðum típunar sem eru alveg authentic og ég elskaði það var það sem ég sá mest sko. Það sem er bara svona alveg engin svona stöðvari á eða ekkert svona, þú veist, það er bara svona engin filter að þeim. Engin filter, hvernig þau klæða sig, hvernig þau tala, hvernig þau haga sér, þú veist, það var alveg bara ég er svo erfitt sko, ég er svona empath eins og þú nema bara ég er empath þegar, þú veist, þegar einhver dettur og meiðir sig þá er ég alveg bara, nei, þetta var vandræðilegt fyrir að maður, shit, þetta var alveg er ekki að blóta hérna fyrir ekki það er allt í lagi að blóta pínu. Ok, frábært. Þeir lögst að flæðskir útvarpi sögu, við ætlum að spila með rættir, hvaða lag við heyra á eftir auglýsingunum? Ég segi við heyrum bara, ef ekki heyra Batteries. Er það ekki? Jú, af því ég er að fara að gefa út lag með það. Nei, vídeo með því segi. Við skulum heyra það hér á eftir en fyrst allavega auglýsingar, Jóhann Kristjánsson og Rökkvi Viðarsson hérna með ykkur og Róbert Oliver Royal tónlistarmaður hérna með okkur og hann er Gíslason. Jæja, þetta var lagið Batteries. Yes. Og skrifa með svona bollu að það er svona danst Batteries var Rújál Gíslason. Já, þetta er snilt. En við vorum að tala um Kaliforníu og hvað er fast gaman þar. Endilega höldum því áfram því að það er svolítið skemmtileg umræða. Algjörlega,
Hvernig kom Kalifornía þér fyrir sjónir? Bara sem svona staður? Ég náttúrulega bjóð þarna í Kalifornía risastór, sko. Þetta risastórt, viltu, ég alveg bara, þú veist, ég teki roadtrip þarna úti og skoða ofboðslega fallega þarna náttúrulega í kring og þetta svo margir svona dalir, þetta þú veist, Los Angeles í rauninni ofboðslega við dreifð svona borg, skilurðu, og eða þú veist, Los Angeles í Kaliforníu og svo þú veist, San Diego, þetta svo margir staðir, þetta svona svolítið, þú veist, og það kramið saman en það samt dreift út á risa svæði, sko. En ég bjó í Hollywood, bara í miðju Hollywood og og það svona, ég man því ég mætti þarna fyrst út fyrsta daginn, sko, þá var ég bara, mætti ég á Hollywood Boulevard og var bara, wow, þetta alveg geggjað maður og ég var alveg tekinn, þú veist, það var öll ljósin og blikkandi, þú veist, og fólk að selja eitthvað og fólk í búningum og eitthvað og ég var mega hrifin að þessu, sko, og var alveg tók túristafílingin á þetta, var bara, fór í túr og var bara alveg, ég var svo grætt líka, sko, ég var næstu í grættni fram, hann stóð bara túristi á mér, sko. Já. Og svo, þú veist, fyrsta daginn það var mikill munur á mér og svona mínu mentality gagvart hugafari gagvart gagvart bæði Hollywood Boulevard og Hollywood bara miðsvæðinu frá degi 1 og til alveg eins bara, þú veist, árið seinna. Ég var í 3 ár. Og ekki hitt eitthvað að fræga fólkinu? Sko, ég var mikið spurður að þessu. Ég man að ég hef rekist á, sko, ég rakst á Robert Pattinson sem í Twilight myndunum. Ég var einu sinni fyrir aftan hann var í einhverju fatabúð, hann var að kaupa sér ég held að hann var að kaupa sér gallabuxur. Og ég var með honum, eina sem ég man eftir var bara hann og hann var rosa langur, hár og mjór og og svo sá ég hitti Stan Lee, ég labbaði frá mér Stan Lee. Já, Marvel Comics. Já. Marvel, harsablaða. Legendið sjálft. Já. Hann, ég labbaði bara fram í honum, hann var með svona 2 öryggisverði og ég held að hann hafi verið bara á leiðinni inn í limmuna sína bara. Já. Þú veist, ég var svona, þetta var eitthvað svona moment sem við átti ekki að gerast. Ég bara labbaði fram í honum og bara, já, þetta var Stan Lee. En það var eins og félagið minn Davíð Þór, sem var líka þarna út í skóla og bjuggum þarna saman fyrsta árið og vorum þarna saman í skólanum, sko. Góða félagið minn, hann hitti fólk eins og hann hitti Steve-O, hann hitti Cuba Gooding Jr. og það var allt svona eitthvað rosa close encounter og ég var sko næstu í pirraður út í ég bara, af hverju þú alltaf að rekast á eitthvað sem mér langar að rekast á, þú veist, alltaf svona þetta var alltaf svona einmitt svona ok og svo splittuð við svona við hittumst þarna klukkan, þú veist, 5 og svo akkurat þegar ég fór þá kemur Cuba Gooding Jr. og gefur hann fistbump, bara, blessaði maður. En átt hann myndir til að sanna þetta? Nei, en ég var hann kannski bara að segja þetta til að pirra þig? Nei, veistu, hann er með heilaðri mönnum sem ég þekki, þannig að ég veit þetta var satt sem að í reyni verra, sko. Já. Þannig að hann hefur réttum að réttum stað og réttum tíma. Algjörlega. Er það ekki líka svolítið þannig að óháð kannski menningu landsins sem þú ert í, að ef þú ert í stórborg, svona virkilegri alheimsborg, þá getur þú eiginlega fundið þig sama hver þú ert, ef þú ert til lopina því það alltar. Sérstaklega þarna í Hollywood því það eins og það það er no filter bara á öllum, bara í klæðaburði, í framkomu og öllu bara, þú veist, og það fólk er mjög hávært bæði útlitslega og þú veist, það bara, þetta er svo klikkaði staðu, það í rauninni bara, það óholt í rauninni held ég held ég fram að sé óholt fyrir nokkurn mann að búa þarna mjög lengi, þarna akkurat í miðjunni. Það voru ekki hefbilaður bara af áreiti og... Ég var alveg, þú veist, maður verður bara að vera, maður verður að blokka sig, maður verður að setja svona hálf einhvert svona mót í rauninni í gang þegar maður er að labba sérstaklega, því ég veit ekki hversu oft ég labbaði Hollywood Boulevard og sko oftar en hollari held ég fyrir nokkurn mann og þá þurfti ég bara að setja á mig svona beina störu, bara beint, þú veist, bara það stendur og þá líka eftir ákveðin tíma stóð alveg á mér eins og stóði mig fyrst þarna bara grænni framan túristi, eftir allavega ár þarna að búa þarna, þá stóð á mér hvernig ég labbaði og hvernig ég bar mig og bara já, þessi maður býr hérna og hann er að fara einhvert ákveðið, skilur við. Ekki stoppa hann og reyna að selja hann eitthvað, ekki stoppa hann og þú veist, þetta er bara svona ég radiataði það alveg frá mér, ég gjörsamlega Þú var svona æfaði að líta ekki út þessu túristi. Ég þurfti ekki að hafa mig að því eftir ákveðin tíma þá bara gjörsamlega integrator þetta er rosalega, þetta er svo mikið harassment þarna, en þú veist, en líka á móti því, þá er fólk svo opið og það er ég get klætt mig í, þú veist, í rauða, bleika, græna og gula samleita diskóskirtu, þú veist, í tígristýra leggings með, þú veist, með 4 keðjur og svona risastóran svona taco hatt, skiluru, og það ég er ósýnilegur, gjörsamlega.
Þannig að þú myndi ekki þekkja út að proppi að verði það, sko. Hvað segirðu? Þú myndi ekki þekkja út að proppi að verði ganga þar. Nei, nokkulega, en það er sem ég segja, þú veist, sama hversu crazy þú lúkkar, skilur við, þú fellur inn í fjöldana, því það er annað hver maður þarna bara alveg, sko, hann er audibly, fyrir ekki, slett sem ég get ekki hægt, sko, það eru bara annað hver maður þarna audibly insane, annarkvort að heyranlega og sjónlega klikkar, nákvæmlega, hann er, þú veist, hann er að annarkvort er þetta leikari, þú veist, það er annað hver maður að tala við sjálfan sig, já, ég sagði bara þarna og svo fór ég þangað og það er bara komið ákvað, já, hann kom þangað, þú veist, fólk er maður er að labba fram í þessu, alveg bara þriðji liggur annar eða þriðji hver maður sem er labba fram í og þá veit maður annarkvort, þetta er annarkvort heimilislaus maður sem er búin að missa vitið, eða þetta er leikari að æfa sig fyrir hlutverk og oft eru, ég myndi segja, það er mín skoðun að þarna úti var ekki mikill munur á kannski geðheilsu, tvekja, þetta er líka kannski bara spurning eina viku eða eitthvað, að eina vikuna er hann með vinnu að æfa sig og hina vikuna er hann orðin heimilislaus algjörlega, annað hver dag sko. Já, svo er hann aftur orðin leikari með hlutverk og svo heimilislaus aftur eftir bara hvernig gengur hjá honum. Algjörlega. Þetta er þetta gaman að upplifa þetta. Algjörlega, rosalega, þetta virkar svona, sjónlega ringir svolítið mikið, maður er alveg bara þegar maður sér hvað er til og líka hvað er í boði, sko. En getur maður ekki dottið inn í líka svona venja sér og slæma hluti eins og að vera þá sjálfur að æfa þig eitthvað og syngja eitthvað og svona og svo kemur heim og ert bara á laugaveginum og bara óps, ég má ekki syngja, ég má ekki tala við sjálfan mig. Algjörlega. Er þú ekki svonur? En það er aðalega, ég myndi taka mest til því, til dæmis þegar ég kom hingað heim og ég bara var vanur að ég leyfði mér að klæða mig eins og ég vildi klæða mig, skilur. Þú veist, og það eru neon tígristýra leggings og þú veist og í þú veist gulum hlýraból og það bara svona og það er ekki ég er ekki að reyna ég er ekki með neitt statement ég bara mér líður vel í þessum fötum ég hugsa bara já ég bara er að expressa mig svona ég expressa mig ég tjái mig með líka klæðnaði skilur og ég man að ég var einu svona ég var tiltölulega nýkomin heim og ég var ég bjó hjá mömmu í svolítinn tíma og var sem sagt stökk bara út í búð og ég var bara í þú veist ég var í tígristýra leggings og og hlýraból og þú veist, með aflitað hár og ég bara svona, já, ég var ekkert það fríkaður, en ég man að ég fór á N1 og stoppaði að vera að kaupa mér, þú veist, Coke Zero eða eitthvað og það situr þetta maður og hann er með sko, hann er svona kannski 40, milli 40 og 50 og hann var alveg orðinn örugglega 50 og hann situr og er að borða Subway bát sko og ég man að hann svona hélt á samlokunni, ég stóð í röðinni sko og hann heldur á samlokunni með opinn munnin og starir á mig. Ég bara, hvað er að frétta með þennan gæði hér? Hvað vill að mér? Hvað er að mér akkurat núna? Sko, er ég að þekkja mig eða hvað er að... Og ég náttúrulega gerði mig ekki grein fyrir því fyrir ég komin út í bíl að hann er að stara á mann í neon, fullorðinn mann, skilurðu, í neon, tígristýra leggingsbuxum í, gulum hlýraból með keðju og aflitað hár og ég bara, já, ok, þetta er náttúrulega ekki kannski það sem hann er vanur að sjá, en þetta var það sem að mitt frelsi, ég á vanur þessu frelsi, geta farið út allt og það er enginn að pæli mér. Erum við á Íslandi kannski svolítið lokuð þessu leitinu til? Ég verð að segja mér finnst að vera lagast alveg helling mér finnst alveg alls konar típu vera að fá að vera eins og þær eru bara og núna á seinni árum en jú, þetta er náttúrulega alveg þetta er ekki Hollywood það kemur sko tímabil þegar við labbanir í bæ það er svona ákveðna típur sem sérnir í bæ oft og einhvern tíðan var ég að ganga í bæ og mér leið svona þess að ég var í kófin hefði farið í tímavél og verið lendur á hippa tímabilinu þú veist, fötin voru einhvern veginn þannig og tískan sko og þá leið mér svona eins og þér sko já, mér líður undarlega að vera í fallinginni þennan fjölda en það er bara ákveðin svæðum sko þetta er svolítið sérstætt minnst að gegja, það er bara frábært það er gaman að þið sko algjörlega en svo er náttúrulega menn eins og Rökkvi sko sem er alltaf í kraftskalanum ég er alltaf ekstra lúðalegur sko og svo á ég þetta mitt til að vera að leika eitthvað við sjálfan mig sko að þú veist herma eftir röddum og jafnvel syngja og eitthvað svona og svo held ég enginn koma að mér og svo þú veist ef maður að labba þá hugsa maður finnur alveg einhver koma labbandi en svo kemur einhver hjólar fram hjá mér akkurat þegar maður segir eitthvað alveg sko fáranlega setningu er að leika einhvern brjálaðan reiðan svartan sko svona glæpamann að æpa einhver ókvæðasorð þú veist á ensku og það hjólar einhver þú veist fram hjá mann sér hvítan gaur í þú veist kraftgala og springur hlátur og maður bara þetta var pínlegt svo held ég að ég væri öruggur þegar ég var að hjóla og þá hjólar einhver fram hjá mér náttúrulega einhverju svona rafhjóli og heyrir mig segja einhverju vitleysu næst ég styð það fullkomlega ég íti bara mikið undir það ég fíla fólk sem er þú veist sem þorir að vera bara fríkir það sjálft og oft eru það þú veist það er allir með innra frík það er mín
Það mitt theory, mín kenning, það allir með innra frík sem þeir ekki að hleypa út, annarkvort eru að hleypa þið út eða eru að hleypa þið kannski mikið út. Gerist stundum kannski unglísárunum, þá fara krakkarnir í uppreið sko og klæða sig bara sem þau algjörlega þau sjálf einhvern veginn. Já, algjörlega, ég meina þú veist, en ég sko, unglísárunum þá var ég flippaði alveg á milli, ég var alveg, þú veist, ég var með afleita hár og strípur, ég var með strípur og rosalegt dú og þú veist, í lífæsbuxum og svo fór ég bara beint yfir í, þú veist, í South Pole gallan og var með, þú veist, var krúnrakaður og ég var svolítið að flippa á milli en ég var alltaf að elda eitthvað, ég var alltaf að chase eitthvað fett, sko, ég var alltaf einhverja tísku og ég var ekki að ná að halda í við það, sko, en ég náði ekki að finna í rauninni, ég náði ekki að tjá mig almennilega og einlegt, þú veist, í klæðnaði og framkomu fyrir að ég var einmitt búin að vera þarna úti í Los Angeles svona tíma, sko. Já. En mér fannst MH vera pínu svona, það voru allir svo mikið að reyna að vera týpur, að leiðin til að vera öðruvísi var bara að vera venjulegur. Það var svolítið svona allir að reyna að vera einhverja týpur og svona með eitthvað, þú veist, bæði sko pólitískt og hugmyndafræðilega og í klæðnaði og eitthvað. Já, algjörlega. En hvað á dögunni hérna á næstunni? Herru, ég núna á fullu að vinna í plötu sem sem er komið mjög langt og lögin, eða myndböndi við 2 lög sem ég var að taka upp daginn, þau fara að koma út eftir cirka 2 mánuði. Já. Og fyrra lagið heitir Cologne og svo eftir því kemur Battery sem vorum að hlusta á hann og svo ætla ég líklega að gefa plötun út bara stutt eftir að þau eru komin út myndböndin og ég ætla að gefa hana bara mér langar bara að koma þessu út frá mér og hún verður á netinu já, ég ætla að gefa hún á netinu og það er ekki, þetta er allt svona svolítið, ég er bara með ákveðið svolítið loose structure núna, þetta er ekki allt set in stone, þetta er ekki allt alveg 100% ákveðið en þetta er allavega svona lauslega planið en ég er á fullu að vinna í plötunni og hún er mjög nálægt í að vera tilbúin bara. Já. Magnað. Yes. Þannig að þú bara stefnir á þetta og ætlar ekki leiklistina allavega strax. Ekki bíli. Ekki fyrir mig langar til þess. Nú er ég bara að gera þetta og þetta er það sem að gleður mig. Einhver lausli plön hjá að fara aftur út eitthvað eða kemur það bara ef það kemur? Það kemur en ég vona að komi fyrir setna, ég get ekki beðið, sko. En er það þá aðalega eins og Kalifornía sem að þú hefur augast að á? Sko já, en ég er líka alveg bara, þegar ég fór fyrst í New York þá var ég gjörsamlega ástfangin og nei, það er lygi. Ég fór fyrst í New York og mér fannst það bara allt í lagi og ég var ekkit sérstaklega impressed og svo í seinna skiptið sem ég fór, þá var ég 18 ára gamall og þá var ég gjörsamlega ástfangin af borginni og sá fyrir mér hér mun ég einhvern tíma að búa, alveg klárlega. Hefur ekkert svona verið að koma í evrósku borginnar? Nei, ég er rosalega amerískur svona, Ameríku, hvað myndi ég segja, fangin. Fengjandi fangin, já. Þú ættir að prófa að minnst kosti Berlín. Já. Berlín finnst mér svona aðal skemmtilega borgin í Evrópu. Já. Og náttúrulega kannski París, en þú veist Berlín og svo aðra borgir eins og jafnvel sko, eins og Amsterdam, Stockholm koma óvart sko. Já. Þú myndir kannski ekki hugsa það þegar að þú veist, þú hugsa þessa staði, en já, Amsterdam reyndar, jú. Algjörlega. Það er svona lítið á það sem partistað reyndar en þú veist, Stockholmur kemur óvart líka. Berlín samt myndi ég segja sér aðal, það virðist vera svona mest í svona suðu potturinn og listrænt og menningarlega séð. Það er svona borg sem að ég fylg alveg fyrir. Ef þú mætti velja 4 borgir sem þú getur valið að búa í eða, þú getur valið fyrir eina, hvað myndir velja? Í fljótu bragði þá var það Los Angeles, New York, Tokyo og núna líklega Berlín bara því þú fórst að minna stað Hefur þú komið til Tokyo? Nei, en við alltaf langar til þess bara, ekki alltaf nei, við nýlega langar til þess svona fyrir svona 4 árum þá fyrst kviknaði áhugi fyrir að fara til Tokyo. Já, þannig að þú stefnir jafnvel þangað eitthvað? Já. Það er líka mjög skemmtileg borg, algjörlega. Það sem að þeir kunna ofboðslega vel að nýta rými. Já. Það er alveg ótrúlegt að þú sérð eins og þetta stúdíó eins stórt og það er. Í Tokyo þá myndi það að vera bara 1/3 af stærðinum, það verið akkurat það sem að þú getur sett inn í það til að akkurat gera það sem að mesta sem þú getur gert í því. Hér væri 4 stúdíó og 2 stúdíóíbúðir. Já, nákvæmlega. Já. og hvernig bara fólksfjöldin hreyfir sig. Já. Allur einhvern veginn saman eins og allir hafi, þú veist, bara
gert handrit morgunin, núna ætlum við öll að fara svona í vinn og hreyfa okkur svona og eitthvað svona það bara svona býtu vá, að maður svo vanur Íslendingum sem trúa það sér og slást og eru allir fyrir, þú veist, bara fyrir hverjum öðrum og svona það sé nóg pláss hérna þess að eigi, sko það er nákvæmlega, það er aðeins meira skipulagt það er ótrúlegt, því að þeir pakka það kemur lest og þeir pakka hana alveg fulla þannig að standa alveg mann við mann, öxl við öxl, þú veist og svo bara kemur næsta lest og þeir pakka hana og þetta er bara svona eins og þetta sé lítið svona færibanda versmiða Tókjó, hvernig allir komast einhvern veginn á sín stað alveg, ég fer þangað klálega þetta er eitthvað sem þú þarfst upplýða en það er einmitt kannski málið, þeir eru að þróast bara með þessum hætta því þeir eru afskaplega margir það getur að segja hana, sko já, ef að fólk væri að trúa þarna þá myndi bara samfélagið, þá myndi bara allir ekki fá að borða það myndi bara samfélagið stöðvast ef fólk væri að trúast og þeir geti ekki gert neitt nei, nákvæmlega það er bara ekki í boði allir myndi trúast undir og svelta algjörlega bara, ef þú bara settir Íslendingi staði fyrir hvern Tókjó búa þá bara myndi bara Japan vera bara, þú veist, hungursnið og bara styrjaldir það var búið að finna sko upp nýjar náttúruhamfarir já, það væri bara, þú veist, það er enginn á lífi á þessu eigi eftir viku við erum svolítið svona plássfrikir, sko bara þannig, þó við séum kannski bara er það að því að við höfum nóg pláss að við leifum okkur að ég held það sé mikið til í því við sjáum þetta svolítið í umferðinni, það var eins og allir eigi veginn gjörsamlega, það er eiga allir veginn og það eru allir aðrir fáiðar nema þú sem ert að keyra en þegar þú komst til Los Angeles fannst þér vera eitthvað svona íslenskt sem að þú þurftir að venja þig af til þess að virka þar já, klálega bara, að þú veist vatnið já ég sko, ég veit ekki hversu oft ég lét mig sko dreyma að vera með ískaldan ískalt sódavatn íslenskt það bara, ég saknaði þess mest og svo kom svona litlar svona perversionir eins og kaviar ég hugsaði, opaslega langar mig í kaviar eða þú veist, eða harfisk en það kom, þú veist, einu sinni eða tvisa fyrir á þessum 3 árum en vatnið var alveg stöðugt ég var að prófa nýtt vatn og ég bara, þetta kemst ekki einu sinni nálagt en maður þarf að kaupa því flöskum og það er allt vont það er eitthvað svona ógæslegt bragð af því af því að setja eitthvað í það til að drepa þetta gerðl en mismunandi bragð af öllu vatni algjörlega, mismunandi vatn af mismunandi tegund maður hugsa vatn en við tökum það rosalega mikið we take it for granted já, hvað finnst þetta bara sjálft eins og loft absolutt og maður þurfi ekki að kaupa loft maður þurfi ekki að kaupa vatn, það kemur bara kranum en kranavatni það núti er ógæslegt vantalega algjörlega, þú drekkur það ekki sko það drekkur það í lengin held ég sko en ég er að meina svona meira kannski með svona siði eða eitthvað sem þú fattar bara ég get ekki hegða mér svona af því að þetta er íslenskt og það virkar ekki já klálega, það er ákveðið code of conduct sem maður þarf að læra reyndar í Hollywood þarna í miðjunni þá er það í rauninni getur verið að gera hvað sem er ég sé mann bara, þú veist stunda þarfir sínar að gera þarfir sínar á klukkan 3 á miðvikudegi bara á götunni skilur og það er ekkert mál en þú veist, þú kannski hagar ekki svo lesa því að þú getur ekki verið að byrja þig saman með heimilislaust fólk sko, nei ekki þú ert þarna, þú veist, í námi og ert ekki bara frjáls, þú veist, það er ákveð frelsi sem vilki því en ég myndi segja sko, jú, þú veist ég man að ég var svolítið með ósiði eins og þú veist, ég var að hrækja á götuna því ég var, þú veist, úlingur til dæmis ég man að pabbi kendi mér það fyrst þegar ég var að heimsækja hann bjóð í LA hann sagði, Róbert, þú veist, þú ert íslenskur og úlingur, en þú veist, það gerir fólk gerir þetta ekki hérna úti þú veist, þú ert ekki hyski, þú ert ekki að fara að hrækja á götuna og ég, þú veist, það bara svona, það gerir þetta allir úlingar voru að hrækja bara út af engu ekki, þú veist, það var bara þing að gera, liggu við að væri þú værir þú veist, partur af hipelitinu og værir að eða hrættur á götuna og þá bara svona vanið, það er einn af viðunum sem ég þurfti að vinna og ekki núna, þú veist, þegar ég flutti út heldur bara, það er fyrir löngu síðan en það er ákveðið code of conduct, það er punkturinn sko, sem að maður þarf einhvern veginn maður þarf aðeins að vinna með Mér fannst maður oft lendi í að vera að fólki þetta maður dónalegur bara af því að maður var ekki með þetta halló, hvernig hefur þú það í dag? Já, sko, en frábært það getur rosa mikið af þeim, þetta getur rosa mikið sérstaklega fyrir Íslending sem er ekki vanur þessari hefðun sko, en maður bara venst þessu og þú veist, maður þarf ekki að haga sér svona móti maður þarf bara einmitt að í rauninni svona sitja í gegnum þetta Já, en ég var oft að kalla dóni sko af því að ég sagði ekki nóg mikið takk og eitthvað svona við þjóna og svoleiðis, sagði bara ég vil fá þetta og eitthvað svona, bara djöðast dónlegur, þú sagðir ekki, þú veist, gjörðu svo vel eða þú veist takk eða eitthvað svona og sá sem er að segja hvað er dónlegur, það er eitthvað sem er búin að búa Já, og þú horfðir ekki augun á honum með eitthvað og þú sagði bara, hvað með bjór hann Akkurat, hann er bara búin að venjast því Ógeðslega varstu dónlegur og þá var allir bara, ég skil ekki þennan gaur, hann gefur mér alltaf róbaslega mikið af þjórfé en hann hatar mig hann horfir ekki augun á mér og hann er dónlegur við mig en svo gefur hann alltaf ekki þjórfé
Ég bara, nei, þú veist, það hatar ekkert mjög svona aðeinslega, þú veist, ég bara svona. Já, akkurat. Þetta máli, svona getur menningamunur verið, sko. Algjörlega. Og alveg saman hvar við erum í veröldinni. En flæðiskerið, það bara enda runni hér í dag. Já. Og við ætlum að segja bara gangið vel með plötuna og framtíðina. Takk hérlega. Já, og fyrir hlustundur þá ekki láta ykkur bregða í næstu viku því þá verður Bjarni Gautur í staðinn fyrir mig og hann verður svona aðeins að koma í staðinn fyrir mig í sumar svona við og við, svona þátt og þátt. Þannig að við ætlum að kveðja í dag Rökkvi Vistinsson, Jóhann Kristinsson. Takk fyrir sig og Róbert Oliver Royal Gíslason. Takk fyrir komuna.